Þetta var ansi stór sigur. Já, þetta var mjög mikilvægt að vinna liðið sem í öðru sæti fyrir leikinn, já, mikilvægt, en bara endaði þetta 3 stig, þetta gerir meira en það, en þóttu við tapa leiknum eða gert jafntefli, það er það mikið eftir á tímabilinu að skiptir kannski ekki öllu máli, en á sama tíma er þetta bara mjög góð stig. Hvernig bara gerir þetta upp? Þið voru kannski við yfirhundunni fyrri síðan snerist aðeins í seinni? Já, ég veit það ekki. Mér þetta kannski svona frekar jafn leikur, við áttum eitthvað tækifæri sem við skoruðum ekki í byrjun, þeir áttu fullt af færum. Ekkert fallegasti leikurinn, en þetta bara stundum snýst þetta ekki það þarf bara að vinna leiki. Við heldum hreinu í dag, það var markmiðið okkur, við höfum trú að því að við skorum alltaf. Þannig að þetta var svona, eins og ég segi, ekki fallegu sigur, en snýst bara að halda hreinu og vinna leikinn. Fyrsta liðið sem nær að halda KR í skefjum í markaskorum, einhver á kannski ánægðina eitthvað enn frekar? Já, við erum bara þannig lið, við viljum halda hreinu ykkur einasta leik og bara njótum þess alveg jafn mikið og skora 3-4 mörk í leik. Leggjum mikla vinnu í varnarleikinn og skipulega varnarlega og sérstaklega á móti liðið eins og KR, það þarf að vera alveg 100%. Þetta eiga fullkominn leik varnarlega til að reyna að stoppa það. Þeir eru það góðir sóknarlega, skemmtilegt að horfa á það. Þannig að já, bara mjög ánægður og annar stórleikur held ég á móti framnæst. Þetta er bara sterkt þegar þeir voru búin að banka svolítið KR-ingar að ná að refsa fyrir mistök hjá þeim varnarlega. Já, kannski svona ósjálfrátt að þá kannski droppuðum við aðeins svo mikið niður. Verandi 1-0 yfir, kannski smá óþarfi, við getum kannski verið aðeins kaldari á boltan og reynda að spila, en þeir eru góðir varnarlega, þeir pressa vel og eru svona maður og mann, þannig að kannski óþarfi að taka einhverja svaka áhættu sem kom þeim í vandræði í seinna markinu, en ég held að leikskipulagið hjá okkur hafi gengið fullkomlega upp í dag og gríðarlega mikil vinna sem í liðinu. Og núna komum við smá andrými á toppnum, 6 stiga forysta. Já, 6 stig, við vorum síðasta tímabili voru 9 stigum eftir val held ég, þannig að þetta er fljótt að breytast. Við verðum bara að halda áfram að gera það sem við erum núna að gera í allan vetur og allt sumar, reyna bara að halda áfram. Við veitum það alveg að fyrir reynslu í fyrra, þetta er ekkert búið fyrir en að síðasta leikurinn er búinn einhvern mann í október. Þannig við erum auðvitað svona á kannski betra ról en í júni, júli í fyrra. Eins og segja, við erum bara að halda okkur í hreinu og halda áfram að leggja mikið á okkur svo að við getum náðið svona úrslit. Þú sjálfur, þú framleitir hérna í Víkinginni til út næsta tímabil, bara líður vel hérna í Víkinni? Já, mjög vel. Þetta er bara geggjað að vera í þessu liði, gaman að spila fótbolta ennþá. Þannig að það tók einhverjar 2 mínútur að endurnýja þennan samning. Þetta er örugglega snegstu viðræði sem ég ekkert mann haft með samning á ferlinum, en eins og segja, bara mjög ánægður að vera allan 1 ári viðbót. Síðan var dregið fortíðinni meistaradeildarinnar í dag. Þið fengu erfiðasta andstæðing sem hægt verið að fá, ungversku meistarana. Hvernig sér það verkefni fyrir þér? Skemmtilegt. Gaman að spila á móti bestu liðunum, þannig að það er bara gott test. Heldur við spilum heima fyrir leikinn. Þannig að vonandi bara náum við í góð úrslit og svo sjáum við bara hvað gerist úti. Er Víkingur með eitthvað fyrirframsett markmið Evrópu? Nei, bara að reyna að bæta sem liðið gerði hitti fyrra og síðast ás. Það er auðvitað draumur. Það er markmið á klúbbnum að vera alltaf að bæta sig og reyna að pússa aðeins lengra og lengra. Við erum með frábæran hóp, þannig að vonandi er það hægt. Takk.